Á haustin sölnar sálartetrið í manni svolítið og maður virðist bara þurfa einhver ný efni að innbyrða til þess að halda sumarkraftinum inn í veturinn. Já, maður sölnar svolítið, það er rétt. Það er alveg rétt, við þurfum allavega að huga að því. Margir kannast við fyrir að fjara undan og maður verður svolítið þungur og myrkur. Já, myrkur á morgnana þegar maður vaknar og kannski þegar maður kemur heim á kvöldin líka. Það er ekki þessi gleði sem er í birtunni. Hefur þetta áhrif á líkamann? Já, það gerir það. Þetta spilar inn á þetta samspil að við framleiðum nóg af þessum ákveðnu efni sem við þurfum til að vera glöð og hamingjusöm, sko. Þannig að myrkrið er ekkert að hjálpa í þeim málum. Þannig að það er auðvitað voða gott að huga að þessu og kannski, já, við þurfum einfaldlega að taka inn til dæmis D-vítamín til þess að viðhalda þessu og D-vítamín er náttúrulega fáum við svo lítið úr fæðu og náttúrulega ekkert úr birtunni yfir vetrartímann, þannig að það er einföld staðreynd. Er þetta bara vísindalega sannað? Já. Það er ekkert flókið við það og við hérna á Íslandi sérstaklega þurfum að huga að þessu. Þannig að það er kannski aðalmálið svona upp á hvað við tökum inn. Nú fleira sem við getum auðvitað spáð í og það eru til dæmis ýmsar jurtir sem geta haft skemmtileg áhrif á sálarlífið. Til dæmis einn sem dettur í hug sem ég held mikið upp á sjálf og er burnirót eða artigrút. Já. Og þetta er eitt söluhæsta bætiefnið bara á norðurhjara. Já. Vegna þess að hún hefur upplífgandi og hressandi áhrif án þess að vera neitt örvandi eða á þann hátt. Þannig að hún er fljótvirk líka, þannig að við þurfum ekki að bíða eftir að hún kikki inn. Þannig ég mæli eindregið með að prófa það ef maður er eitthvað low, sem þú segir, líður eitthvað illa. Og svo er það ýmislegt annað sem við þurfum að huga líka kannski að oft á tíðum getur okkur vanta bara hreinlega eitthvað í kroppinn til þess að halda dampinum bara út frá mælingum og slíku. Við þurfum að fara kannski að hitta lækninn okkar og ekkert slæmt að gera það á haustin og fá bara gott tékk. Þetta sé einhver B-vítamín sem okkur vantar í járn eða eitthvað þarlegandi og getum það brugðist í því og erum eitthvað slenuð. Og svo er bara efni eins og magnesíum fyrir góða slökun og heilbrigt og gott taugakerfi og fleira sem maður geti talið upp til þess að hressa sig við. Þannig að maður á enga að hlusta á líkamann á þessum árstíma? Já, alveg bara frekar heldur en kannski mörgum öðrum, sko. Sumrin eru svolítið bara brjála stuð og allt að gerast og svo kemur þessi tími og sérstaklega kannski október, nóvember, þá áður en jólin detta, að þá getur verið svolítið slen í mannskapnum. Og maður á vera alls óhræddur að fá sér eitthvað við skammdeginu? Já, mér finnst það persónulega og hef nýtt mér það sjálf og ráðlagt það mínu fólki og í gegnum tíðina. Það er bara að gera að leita aðstoðar eins og hjá okkur í heilsuhúsinu. Við erum með fullt af fólki sem veit hvað það er að gera og getur ráðlagt heilt í þessum efnum og svo að gera bara að tala við sinn lækni líka.